Já, kæri hlustandi, þú ert að fara að hlusta á föstudagskaffið. Rétt áður, þá viljum við benda á það að það er vika í það að við munum gefa út okkar fyrsta fréttabréf undir nafni Pingjunar. Pingjubandalagið. Það er rosalega nauðsynlegt að þú, kæri hlustandi, fari núna inn á pingjan.is og skráir þig á postlista eða í það sem við köllum þetta Pingjubandalagið. Það er þetta að svara 2 spurningum. Það er bara svona, já, hversu mikið þú veist fjármál og hver er svona staða þín, þú veist, hvað var að vinnu eða ertu námsmaður eða hvernig sem það er. Og svo er spurt. Það er bara svona skemmtilegt upp á að krydda þetta aðeins. Bara til að gefa út, ég er að preppa núna, ég ætla að koma með svona flip-ráðgjöf inn í þetta. Okay. Flip-inu fyrirtæki. Já, það verður alls konar á þessum postlita. Skráðu ykkur. Bye. Ætlar bara að klippa þetta út? Nei, við erum bara að byrja þér. Það er konur lóttir. Þetta byrjað? Já, ok. Já, kæru Pingjuhálsar, verið velkomin að viðtækinum. Það er föstudagskaffi sem heilsar ykkur og já, við erum með góðan gest. Já. Það er hann Eyþór frá Hopp, framkvæmdastjóri, Hopp EHF. Vertu hjartanlega velkomin. Takk hella fyrir að hafa mig. Já, þarna. Vertu velkomin í hákallasúpuna. Hákallasúpan. Já, ég er tilbúin að vera ekinn og étin. Herðu, þáttur dagsins, hann á svona að vera nokkurn veginn undirlagður þessu, já, deilihagkerfi sem Hopp er og franchise, sérleyfismódelinu og öðru. Og þess vegna fannst okkur alveg bara gráupplagt að fá þig til okkar til að svara fyrir, já, þær spurningar sem að brennur á okkur. Þetta var náttúrulega kannski gott að taka það fram að þátturinn Hopp er bara sá þáttur sem fór hvað best af stað hjá okkur. Hlustanar á einu degi. Já, mikill áhuga á þessu. Já, mikill áhuga og við vorum náttúrulega undan með fréttirnar. Það er náttúrulega, sko, maður held að miðlar sitja bara þetta eins og kettir í kringum graut, sko, að koma með fréttir nýjustu ársreininga og við vorum þarna fyrstir. Já, þeir fengu að bringa þetta. En ákvæðlega. En já, annars bara, Yngvi, þú ert líka svo sem með einhverja móla í dag? Já, bara svona aðeins að renni við fréttavikuna. Já. Svona... Er eitthvað svona sérstætt sem að... Sko, það er ef við bara keyra á þetta? Já, ég bara... Mér langar reyndar að hitu á spurningu, fyrst hann er kominn. Skjóttu. Út af því að við erum að vinna með Lavazza. Já. Og kjör aðstæður okkar og flestra hlustenda. Já. Er að fara út í bíl núna, þú veist, þetta er að spilast á föstudagsmorgni. Það er að sitja með ylvolgan bolla á milli lærana, svona 40-50 gráða heitt kaffi frá Lavazza, svartir, gulleitir pókar, Arabica. Hvernig ferð þú að þessu? Þú ert á hoppjólum. Já. Er ekki vesen að vera með Lavazza á því? Ég er ótrúlega góður í einhendri hoppnum. Já, heldur á kaffi meðan þú ert á hoppjólinu? Nei, ég er svo yllu ballan að ég drekki í kaffi, sko. Þegar ég drekka hoppjóli þá held ég bara hjá því. Það er kannski skynsalegt. Já. Ég er stundum með fernu í vasanum, sko, ég er svo með djús, stór strákur, sko. Ég veit. Þú ert bara ekkert í kaffinu? Nei, ef ég er að hendi í Red Bull eða eitthvað svona fancy, sko, þá er vasin bara klassískur, sko. Og síðan þú ert á rauðu, stoppar og fæðir sopa og líka ef þú ert hugrakur á góðum hjólastíg með langt framöndan, þá bara innhent, klassíst. Ég var nefnilega, sko, ég var með Lavazza spurningu, hvort við ættum von á svona kaffistand á hoppjóli. Ég fengið, sko, cup-holder spurninguna bara oftar en ekki talið. Þeir eru komið með símahaldarana. Símahaldarinn er komið nefnilega. Það vantar hanga fyrir veskinn, sko, og síðan vantar líka svona lúffur fyrir hendurnar á stýrin og síðan þurfum við líka að hafa þau upphituð og drykkjahaldara. Drykkjahaldaran, akkurat. Við komum örugglega betur inn á þetta alltaf eftir vöruþróunina, en djöfull er örugglega legið á okkur. En ég ekki gera þetta. Eigið ekki að vera nagladekkjum með það? Bókstaflega. Nei, þetta var Lavazza. Og við förum með þetta eftir. Eigum við ekki bara að dreipa á... Já, kannski aðeins bara svona á það sem að... Sigurmólum vikuna. Já, sigurmólar. Já, hvað er að frétta í heimum viðskiptana, allan á og þá er það næsta spurning frá mér. Ég ætla að spyrja ykkur félagana. Vitið þið hvað Jeffrey Preston Bezos, Elon Reeve Musk og Gautam Adani eiga sameiginlegt? Já, þetta eru menn á... Vissið ekki að hann héti Jeffrey Preston Bezos? Nei, ég vissi að hann var Jeffrey, sko, en ekki Preston. Ekki Preston. Preston kemur mörgum óvurum. En vitið hvað þessi félagar eiga sameiginlegt? Já, þeir eru á lista Forbes bara. Þeir eru dálítið ríkir. Þeir allir eru á topp 3 yfir ríkustu menn í heimi. Já. Og svona, þú veist, sigurinn í kaffi þennan morguninn er að Gautam Adani
mætti á þennan lista núna 30. ágúst síðastliðin og hann er fyrsti Asíubúinn til að ná þangað inn. Hann er eða þú veist, hann er indveri sem er í Asíu eins og það ekki. Hvað gerir Kauði? Heyrðu, Kauði er upp $61 miljard á árinu þökk sér nokkuð þungum fjárfestingum í kólanámum, jarðgasi og svona frekar miðnaði sem er gjörsamlega búin að spæka sko. Þetta er skets. Ekkert beint að spilin á orkuskiptin þarna sko. Sárt að heyra þetta, Þannig ég er ekki með góða frétti fyrir því. Hann er ekki að sækja að sérleyfis hafi fyrir hoppjól í Indlandi. Nei. En það er kannski rétt að koma inn á það, Eyþór, þú ert svona diggur talsmaður svona fyrir þessum kannski ekki orkuskiptum en þessum græna lífstíl. Þú ert ekki formaður samtaka? Ég er ekki það rétt að segja, ég er ekki lengur formaður samtaka bílausa lífstíl en ég var það ári áður sko. Núna er góðvinur minn Sindri fyrir formaður og hann benti mér á þetta fína hlaðarp. Frábært. Þannig að þér er svona mikið í muna að hætta þessari algjörlega. Hætta þessum útblæstri. Algjörlega, það er mitt hjartarsmál. Sérstaklega bíllinn sko, burt sér frá útblæstrinum sko. Það ekkert stór aðdóndi þess að fólk sé að keyra sko, taka svona mikið pláss og vera með vegið sem fer alltaf hratt og hanna borgirnar í kringum eitthvað faratæki sem er svolítið dýrt. Nákvæmlega. Já, þetta er viðkvæmt mál þessa myndir, sko. Þetta skiptist í fylkingar. Hot take, algjörlega. Ég vinur engabílsins, ég segi það bara. En ég fagna líka framtakinu sem er hoppjólin, að þú veist, þarna er komið með valmöguleika sem var ekki til staðar fyrir 3-4 árum. 100%. Og ég held þetta muni leysa sig þannig á endanum. En auðvitað er ég náttúrulega sammála að bíl sem fjárfesting ef litið er á nýtinguna alveg hræðileg fjárfesting. Ég meina bara eins og þú sér bara bílastæðinina fyrir utan, þetta stendur autt allan daginn, gæti verið í miklu betri nýtingu með deilihaggjörspælingum. Þannig að ég er alltaf þar en sko, með Gautam Adani að ég hugsa að ég verði með hann bara sem milljónamann vikunar hérna næst, þannig við séum með hans ríkar yfirferð Kauða. Því að þetta er náttúrulega mikill áfangi en ég vildi svo sem bara leyfa ykkur að sjá mynd á honum, hann er svolítið reffilegur. Já, ok. Góða mottu. Alvöru mottu og... Þetta er stalinist motta þarna. Já. Gætið þú skilgreint fyrir okkur kafkaíska mottu? Ætli það sé til eða? Það er motta sem veldur undrun og óþægindum. Já, og er svona flókin og þú þarft alveg, svona komisk erfitt að skilja. Já. Það er örugglega svona motta með svona, hvað heitir þetta, píkutrillir? Já. Eitthvað vel óþægilegt, það væri kafkaís. Mjög strempið. Heyrðu, svo eru bara seinni mólin hjá mér, Johnny Strikes Again. Jón Ásgeir. Kannski ekki hann, Auður, forstjóri Orkunnar. Þau voru að kaupa Strömlind, 34% hlut í vikunni, sem er orkusali. Og þetta er svona svolítið áhugavert, þú veist. Hús Skel, þannig komið ný House of Skel. Já, House of Skel, ný burðarstóð að detta þar inn. Og er þetta ekki svolítið sambarlegt múv þegar N1 keypti íslenska orkumiðlun? Við sjáum það bara afturkomin á bíllausa lífstílinn og undanhald eldsneytisins, bensinisins og díselsins að þetta er náttúrulega, þeir eru bara klálega að bregðast við því að það er alltaf að færast í rafmagn. Algjörlega, góða fólki. Mjög mikið. Jú, algjörlega, góða fólki í olíubransunum það bara pivota og það er klárlega einleið til að gera það. Akkurat. Með hjólin. Já, hvað hjól? Hjólin ykkar, já, hoppjólin. Skúturnar. Já. Heyrðu, ég ætlaði reyndar að spyrja því, hvað kallast þetta á íslensku? Ég kalli þetta bara hoppjól, sko. Hoppjól, já, hjólin, hoppjól. Hvernig virkar, sorry, bara ég skjótist úr einu eða annað. Þið takkið alltaf á hlaðið þetta? Nei, við erum löngu hætti. Það var í svona 6 mánaða tímabil 2019 þar sem við byrjuðum með óútskiptanlega rafhlöður. En núna þá kaupum við cirka bát 50% fleiri rafhlöður en við kaupum hlaupahjól og síðan bara swappum við þessum. Nú, ok. Þannig að við erum bara með fólk sem keyrir í stórum og litlum bílum og jafnvel á reiðhjólum sem eru bara með rafhlöður í afturdrægi og skipt út. Já. Miklu skilvirkara, sko. Þetta er einn af okkar svona nísjum, sko. Við höfum verið í þessu frá upphafi, sko. Og líkt eldri aðalanum sem hafa verið lengur á markaðnum, þau þurfa að þurftu og eru ennþá að transitiona úr því að vera með hleðslu innanhús inn í vöruhúsum og næturna yfir í ekki. Já, áhugavert. Artikli verð. Ég hafði ekki hugmyndið þetta. Nei, einmitt. Já, talandi afskriftarhlutfall, sko, þá lækkar þetta afskriftarhlutfall töluvert af því þú ert að fara miklu betur með faratækið að ekki dröslast í inn í sendiferðarbíl upp í vöruhús oft 2 ára á dag, sko. Já, djúðlega áhugavert. Já, það er einmitt hörkupunktur, sko. Afsaki blótsýrin. Já. Þetta var bara helviti flott. Já, þessi afskriftarpæling, sko. Já, við komum kannski bara inn á hana, við komum alveg væntanlega inn á hana á eftir. Ég ætlaði að segja, nú er ég tæmdur. Þú ert tæmdur? Já, bara þess að 2 fyrir. 2 móla. Þá held ég að sé ekkit annar vegi en að aðeins að sko bara ræða þennan þátt okkar.
nú erum við menn án ábyrgðar og við köstum oft einhverju fram, svona einhverjum fabuleringum. Var eitthvað svona í þættinum sem að var algjört algjör rángfærsla hjá já, þú verður bara að byrja á að adressa sem þú manst, því að nú veit ég að þú hlustaðir á þáttin til að segja mjög diplomatist var sko, þá miðað við gögnin sem þið fenguð, þá var þetta bara spot on með það sem lág fyrir framan ykkur þá var allt konkrét sko. Hvað var að fabuleringarnar sko, þá hefði við vissulega svona til að segja alveg beint út áttu vera fleiri fuglahljóð engin sprettur skúmurinn nei, þetta var það ok, gaman það er ekki að kenna sko, það er bara fullkomlega löglegt Já, það er rétt. Það er komið nýr samstarfsaðili til okkar og það er ekkit minna fyrirtæki heldur en Gorilla vöruhús. Nei, þetta er engin mús, þetta er Gorilla vöruhús. Nákvæmlega. Þeir eru mættir. Já. Egill og Daniel, vöruhús sem leysir vandamál. Fyrir alla sem að standa í vefsölu hér á landi, að standa í að vera með lager, fara sjálf að skuttla og sendingar sem fullfilla. Hugsið bara um það að selja og leyfið þeim að sjá vöruhýsingu, afgreiðslu og dreifingu. Það er ekki hægt að mæla með meira heldur en að láta þá sjá að dreifa. Algjörlega. Og þetta er bara einhver þægilegasta lausnin að úti. Svo ég segi sjálfur frá að þú veist, ég hef ekki, eins og ég segi, ég hef ekki reynslu af eigin hendi. Mikið af fólki í kringum mig og það er bara 5 stjörnur frá öllum. Já, og nú erum við ekki að tala í gríni. Nei. Það er umfram eftirspurn að komast inn. Já. Þeir eru að stækka húsnæði og þeir munu örugglega ekki ná að annað öllum. Þannig að sækjum í dag. Já. Þannig að svona heilt yfir var þetta bara svona nokkuð spotton sem er gott að heyra. Við erum að vera betur og betri greinilega. Algjörlega. Eitt sem ég langar að segja, áður við förum í hopp. Bara aðeins þína sögu. Þú byrjaði með annað fyrirtæki, eða ekki? Jú, þú ert að tala um Donkey Republic. Já, algjörlega. Þú kannski rekur þetta bara fyrir okkur, þannig að við kynnumst manninum áður við hjólum í fyrirtækið. Já, algjörlega. Já, ég heiti Sands Eyþór. Ég er fæddur upp alveg á Hellu á Suðurlandinu, kom í bæinn 15 ára gamall og hef verið hér síðan þá, bara miklu betra í borgóttans. En áður en að við vorum með hopp, þá vann ég útboð hjá Reykjavíkurborg með vinkonu minni sem að við bara duttum inn og svolítið fyrir tilviljun þar sem við sáum að Vá hafði farið á hausinn og þau voru að reka deilihjólaleigu. Já, einmitt. Reykjavíkurborg fyrir smá panik því þau eru komið með ákveðna grunnþjónustu sem þau vilja halda áfram að veita ferðamönnunum. Akkurat. Og henda bara í mjög lítið en vissulega útboð sem það er að þau kölluðu það samkeppni. Ég held að það hafi verið eitthvað svona ástæður fyrir því. En við ákveðum bara, af hverju ekki, sækjum í þetta útboð og ég hafði prófað Donkey Republic í Ungverjalandi, bara stuttu áður og við okkur til mikillar fyrir þá unnum við útboðið. Og byrjum að reka þetta og þannig tengist ég hoppmönnunum í gegnum samílan vin okkar. Þar sem að ég var á þeim tímafóti eini maður á landinu sem var búinn að setja upp deilihaggjörðsvæta samgöngulaust og var í ráðgefandi hlutverki og við vorum svona ætlum að vinna saman í samrekstri. Við erum með 100 reiðhjól, þau eru með 60 hlaupahjól, okkur deilum við ekki bara einu starfsmanni og einu sendiferðarbíl. Og það er þannig sem að, þú veist, þá voru þeir komnir á stað Aranja gæðir. Já, þá voru Aranja, hugbúnaðar hetjurnar okkar, byrjaði að forrita appið og gerðu það uppalið í samstarfi við nemendur í HR og tóku það síðan miklu lengra yfir sumarið. Búnir að panta 60 hlaupahjól og eru bara að sigla í blindan sjó eins og við vorum að gera á tímanum með þetta. Bara sitt út hjól og sjá hvað gerist, fuck around and find out. Og já, það virkar svona vel, við byrjum í þessum samrekstri, síðan springur hopp algjörlega, þú veist, Donkey Republic virkar alveg en það er líka ríkistyrt og eiginlega eina ástæðan fyrir að það gengur upp, sko. Sérstaklega í ljósi samkeppni við hlaupahjól, sko, þú veist, þú ert ekki lengi að velja á milli reiðhjóls sem er stöðvabyggt og hopp hlaupahjóls. Þannig að já, það springur svona út og við förum í svona skölunapælingar og stækkum úr 60 upp í 110. Þar erum við ennþá með óútskiptanlega raflur og eldri típuna sem þið kannski kannast við, sem er núna á heimaslóðum þínum. Já, Egilsstöðum, algjörlega. Erum búin að fasa nú út eiginlega alls þar annars þar. Elskum Egilsstaði, sko. Já, og bara progressum þarna frá 110 upp í 300, 300 upp í 1000, 1000 upp í 3000. Já, en þannig á endanum þá bara rennur þú inn í þeirra eða þið bara saminist í rauninni? Já, ekki saminist per se, en ég renn inn í þeirra operation, já. Og við þarna fyrstir starfsmaðurinn og síðan að keyra þetta fyrst í Reykjavík og síðan eftir að sjáum að það mótil gengur upp og við byrjum að fransisa, þá keyri ég þetta alþjóðlega. Já, ok, geggjað. Donkey Republic, var það þá, þú sótti franchise fyrir það? Það er erlend? Já, þá var ég sérleyfishafi fyrir Donkey Republic að franchise fyrir þau og það var mjög góð leksi og grundvöllur fyrir það að skoða hvernig franchising módeli virkaði og þú veist, ég vil ekki segja hvaðan hugmyndin kemur en
en klárlega mjög góður svona bakgrunnur fyrir það. Þú ert í rauninni búin að vera beggja veginn borðsins í þessu. Nákvæmlega, ég hef verið bæði sérleyfishafi og núna veitandi. Já, akkurat. Þetta Donkey Republic, eru þeir bara still going strong erlendis? Já, þau svona hálf IPO-uðu daginn, fyrir svona ári, þar sem þau ég veit ekki alveg hvað maður á að kalla þetta sko, þau IPO-uðu ekki en þau fóru í svona public, þú veist, já, bara hlutafjóraukning í gegnum almennings. eins og Thunderbeam og já, mjög svipað á Thunderbeamnum, ekki sá plattform og ég veit ekki betur en að þeim gangi auðvitað sko, þau eru bara búin að finna mjög glæsilega nísjust þar sem þau vinna svona aðalega, þau eru franchisinga mjög mikið aukaðrið fyrir þau eru aðalega vinni því að vinna innan borga, þú veist, borgir eru með svona kerfi og þau keyra oft útboð og þau eru bara mjög góði að vinna þessi útboð. Þau eru með eitthvað 40 operations í 8 löndum eða eitthvað. Þetta er alveg gott fyrirtæki sko. Já, ég er að skoða það. Og þau eru bara í hjólunum, sem sagt. Gömlu góðu hjólunum. Já, þau eru með rafhjól líka, ef ég man rétt, og voru með rafskútur einhverjum tímamóti, en þau eru miklir, þau púpúa rafskútur mikið sko. En ég held að það sé búið að afsannast svolítið. Já. Svona 2019 þá var ég að tala við rafskútur og þau voru eitthvað, þetta er ekki okkar. Já, ok, áhugavert. Ég held að þetta heiti crowdfunding. Já, en crowdfunding er oft tengt meira Kickstarter. Heyrðu, jú, þetta er rétt. Þetta heitir ekkert crowdfunding, þetta heitir eitthvað. Þetta er eitthvað svona netplattform þar sem þú getur keypt þig inn í fyrirtæki sem almenningur en samt ekki útboð í kauphöll. Algjörlega. Sorry, ég kom með það. Crowdfunding, við höfum bara eftir okkur. Það er equity crowdfunding. Það er basically það sem ég var að segja. Það er sillan, já. Áhugavert. Já. Áhugavert, þannig að þú hefur verið báðum megin við borðið. Já, ok. Og hvort er skemmtilegra? Það er klárlega skemmtilega að vera sérlega sveitandi sko. Það var áðurskastna fólk sko. Nákvæmlega. Aðeins bara hopp. Bara starfsemina, kannski við vorum að velta fyrir okkur þessu .bike. Já. Hvaða, þú veist, nú las ég eitthvað þetta, það er einhver tækni þarna bakvið þetta ekki, á þetta ekki að vera einhvers konar, helst þetta í hendur við önnur svona fyrirtæki í heiminum? Nei, alveg þurr. Nei, það er ekkit... Hvernig þetta virkar það er alþjóðleg stofnun sem heitir ICANN, ICANN, og þau gefa út svo kvöldi top level domain, Höfuljen. Já, einmitt til þetta vorum við í Ísleikmann og við komum orðaforðan og hreina algjörlega. En þessi stofnun fyrir svona 5 árum eða eitthvað byrjaði að leiða fólki sækjum að stofna Höfuljen. Það kostar, þú veist, $200, bara einhverja sæmilega háa en ekkert stjartfræðilegt, ekkert fáralegt. Og einhver bara sóttum að kaupa hop.bike, ekki hop.bike, bara .bike og er núna bara með síðu þar sem hann getur keypt alveg eins og .is, .bike. Já, þannig að ykkur fannst þetta bara nett. Já, þetta var líka sko, þú veist, .is var tekið af einhver hoppukastalafyrirtæki, við eigum það núna. Gæinn vildi ekki selja okkur á tímanum eða vildi selja fyrir verð sem okkur fannst ekki kristilegt. Þannig að við sögum bara ómögulega takk og eigum alveg fleiri líka, .global, eitthvað fleira. Já, ok. Já, algjörlega, en þetta er náttúrulega þetta er erfitt upp á sko ef þú ætlar að fara í skölun til, þú veist, Evrópu eða Bandaríkjana eða eitthvað, þá náttúrulega 4 stafa lén er ekkert svo auðfengið, sko. Já, þannig, jú, alveg. Þú veist upp á það, en sko, hop-bike, það er væntanlega eitthvað sem er löst, eða opnið einhvers þar, þú veist, ég veit ekki, Ítalíu eða eitthvað, Pólandi eða? Já, algjörlega. Hop-bike.it, algjörlega. Nei, jú, klárlega. En við höfum verið að horfa á það, sko, að vera frekar með eitthvað alþjóðlega lénum, svo við þurfum ekki að fara í fjárfestinguna að kaupa 4 stafa lén eða svoleiðis á hverju minnasta stað fyrir sig, sko. Nákvæmlega. Þótt þetta komið með þeim, þú veist, vanhanga, ég þarf að útskýra í hvert einasta skipti þegar ég segi tölvupóstfangið mitt í síma. Nei, ekkert.is, ekkert.com, bara .beke. Mun það virka? Já. Please, sendu bara posta. En eitt hérna, bara með þessa sérlegus pælingu. Já. Hvernig gengur þetta? Þau eru búin að vera í Færeyjum. Það var Bras, er Bras eða ekki? Jú, það er ennþá Bras í Færeyjum, sko. Kafkaísku farsi. Kafkaísku farsi í Færeyjum, sko. Spátn. Já, Spátn og við erum líka í sjánkvörtina á Muna Rómsona, við erum í Póllandi, við erum í... Já, þið eru búin að opna þar? Já, við erum búin að opna í, sko, Noregi, Svíþjóð, Póllandi, Ítalíu, Spáni, Tenerife. Halvopnað í Færeyjum og síðan erum við alveg að fara að opna í Ungverjalandi og Króatíu og við erum líka með undirritaða samninga á svona 30 stundum viðbót, sko. Til lukku með þetta. Það hafa ekki komið neina fréttir Pólland, alltaf ég sá að það var í pípunum. Algjörlega. Pólland var í pípunum og ég var þar í sumar, sko. Er þetta exclusive hérna? Þetta er bara hot breaking story, sko. Það er geggjað. Algjörlega. En hvað hérna,
hvernig kemur þetta til? Ert þú bara að selja, eða er þetta inbound? Uppálega, já, ég meina til að byrja með þá var ég bara að selja sko, en síðan settum við vefsíðu og byrjum svona bara SEO að hana, Search Engine Optimizer, þannig að þú googlar e-scooter franchise, e-scooter business, eitthvað svoleiðis, næstu hvar sem í heiminum, þá komum við frekar ofalega, þannig að eiginlega allt okkar inbound. SEO? Spennandi maður. Það verður að vera SEO á þessu. Já, einmitt. Já, ok, vel gert. Já. Algjörlega. En við höfum verið að stækka teimið með hlutafjáraukninguna frá Brunni og að stækka söluteimið til þess að byrja að fara í svona outbound aðgerðir af því að ókostur þess að taka við inbound bara við ráðum ekki landfræðinni. Við erum að fá lead oft frá Miðausturlöndunum og frá Norður Afríku og Bandaríkjunum sem við reynum að sinna en er mjög erfiðara heldur en að við getum targetað bara Pólland. Við viljum bara taka það. Já, akkurat. Já, það held ég. Það Landsbankinn sem við höfum alltaf þakka. Já. Og þau eru að sjálfsögðu með auka krónunar sem fyrr og ég með díl vikunar. Já, ok. Það 5% afsláttur á Hótel Rangá. Nei. Með auka krónukortinu. Það Sjeffa-hótel. Já, ég algjörlega viðeigandi að það sé þarna inni. Hugsaði. Og svo náttúrulega bara endalaust af einhverjum hótelum og gististöðum og það rauninni, þú veist, þetta eru yfir 250 samstarfsaðilar og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að hættu öllu sem þú ætti að gera og farðu bara inn á aukakrónur Landsbankan og sagt það. Þú þarft ekki einu sinni að vera í viðskiptum við Landsbankan. Nei, býtu. Leiðu mér að endurorða þetta. Já. Hættu öllu sem þú ert að gera núna, fara inn á hotelranga.is og bókaðu. Já, og bókaðu. Þetta 5% cashback í gegnum Hótel Rangá. Já, og nóttin kostar 175.000. Þú ert að fá 8.700 kall beint í jólagjöf handa frúnni. Hvað segirðu? Ertu að fá 8.700? Já, 5% af... Tökum því allan daginn. Já, það ekki reynda rétt. Jú, Jóna, aukakrónur, beint í aukakrónur. Beint handa frúnni eða herranum. Frúin hlær með betri jólagjöf. Aukakrónur. Takk hérlega. Hvernig eins og með Pólland það væntanlega eitthvað rafskútu fyrirtæki þarna fyrir það er mikil samkeppni crowded markaði sko. Eru þið á einhverju svona litlum svæðum þarna bingo, það hvernig við differentiatum okkur okkar sérstaða svo að geta við erum ekki að ráðast bara í Varsjá engan áhuga líka sko raunveruleikin að sá að þessi stóru fyrirtæki Bird & Co þau eru bara í blúsandi tapi ég veit ekki hvort það nefndu það ég man ekki eftir sko og Límona Bird IPO-aði fyrir 8 mánuðum eða eitthvað og þau eru búin að hrynja 95% sko. Þau eru pennistokk á þessum tíma. Akkurat. Og þau fengu, SEC warning út af því að þau eru komin undir $1 og það bara svona, heyrðu, við eigum ekkert að vera með bréf á markaði Nasdaq sem eru undir $. Það bara orðið pennistokk. Sko. Innan við 12 mánuði sko, frá því að fara. Mér fannst það einmitt áhugavert því að þau eru ekki með sama sérleyfismódel og þið í rauninni. Þau veita, þau í rauninni gefa þér hjólið. Já. Og já, þú veist, það náttúrulega stórmunur þar á. Þið seljið hjólinn. Nákvæmlega. Þau mjög viljandi kalla þetta ekki franchise, þau kalla þetta eitthvað partnership eða eitthvað svona. Fleet manager. Já. Og þau hyrða sko eitthvað 60-70% tekinum sko. Ok. Það er mjög vicious model sko, en þrátt fyrir það áttu ekki hjólinn og samt liable fyrir því hvað gerast við sko. Þetta sko, ef þú ferðin á Wikipedia sinna fyrir börn, það bókstaflega section sem heitir bara controversies. Og það bara listi af, þú veist, atriðum sem eru, svona siðferðislega vafasöm hvað þetta varðar. En það virðist ekki heldur vera að ganga viðskiptalega þrátt fyrir þetta sé tæpara líka. En það er einmitt ástæðan fyrir því að ég held af því að ég sem stóru borgum þá er þetta að keppa við bara geggjaðar almenningssamgöngur. Og eins að, þú veist, ég er vissulega helsti advokati rafskúta á landinu, en ef þú veist, ef þú ert að fara að keppa við neðanjarðarlestir, þá ert að fara að tapa. Og þú réttilega ættir að tapa, af því að neðanjarðarlestir eru æðislegar. Og þetta getur verið komplementari, en ef þú ert að fara að vera í það stóri borg, þar sem eru trammarlestir, neðanjarðarlestir, bussar, bara allir fjandinn, þá er fólk alveg að fara að setja rafskútur í kannski 5.-7. seti. Og þetta klálega advantage á Íslandi sem Hopp hefur, að samgöngur eru bara hreint og satt slæmar. Við bara tölum mannamál, því að ég hef tekið í bíó Seltjarnesi. Ég hef tekið sko, ég ætlaði að fara að taka strætó á einhvern tímpúti þar sem ég var bíllaus. Það er bara 1,5 tíma að komast upp í Kópavog. Þannig að ég hef tekið hopphjólinn margótt á milli bara. Fer Nauthólsvíkina og þú veist, þetta er bara... Frá Nesi? Já, þetta er ekkert klikkaðu tími sko sem við tekur. Það er bara Nauthólsvíkin og þannig að þú veist, þið eru klárlega í góðri stöðu hvað það var hér. Og væntanlega einhver svona minni svæði einhver þorp eða bæi já, eins og bara ef við tökum Noreg þið eru ekkert endilega að horfa á Oslo þið eru í Sandefjörn á Holmestrand
Örgulega. Þetta er stór Mynduðu skoða Lárvík? Ég hef bara aldrei Lillehammer? Jú, Lillehammer hefur við þetta skoðað. En bara við sérhæfum okkur í krummaskuðum heimsins. Stórkostlegt að heyra hvað eru komnir breytt þarna í Evrópu, sko. En þetta gefur okkur nýjar upplýsingar, því að við vorum held í að fabulera með innspýtingun á fjármagninu, hvort þetta væri bara að fara að kaupa hjól, en þið hefur greinilega nýtt fjármagnið í bara expansion. Ég náttúrulega kom inn á það að þetta væri líklegast tengt skölun, þú veist, á merkinu. Já, ég var bara út á þekju, ég var bara að vera að kaupa hjólinn. Ég meina, það má spekulera, sko. Þetta er aðalega fyrir, sko, OPEX, brunnkostnaðurinn, brunnflutningarnir. En síðan erum við að fjármagna skútunar öðruvísi. Það er í gegnum... OPEX er Operation Expenses. Já, bara rekstarkostnaðurinn okkur. Já, bara fyrir þá sem ekki af því að félagið er að skala svo hratt að við höfum ekki undan að borga laun og svona, þá erum við að nota fjármögnunin í það sem er tilgangur allra svona fjármagna. Já, og það kemur tilbaka á einhverjum x tíma og... Nákvæmlega, planið er að nota þá fjármögnun alltaf stækka þeim en hraðar en við höfum gert ánennar. Akkurat. En bara út af því að við erum með upplýsingar, þetta Fleet Manager hjá, ég get sýnt myndina góðu. Hvað er það svona annað sem skilur ykkur að og þið voruð að segja... Ég er bara ekki að segja þetta að sjá. Nei, þú veist, bara eins og vorum að ræða munurinn á ykkur og börn, þeir selja hjól... Nei, þeir gefa hjólinn... Það er mjög sambarlegt, sko. Fyrir þannig að við erum ekki að gefa hjólinn, en hvernig við skiptum þessu svona mannamáli er bara, við gerum allt sem gerist á skrifborð, við gerum allt sem gerist á jörðinni. Ok, já, þannig að þú veist, það er í rauninni sama, þeir segja Fleet Managerinn, hann sér viðgerðir, þið myndu ekki sjá það. Nei, en við myndum eiga hins vegar myndbönd og leiðbeiningar hvernig að gera það og í þeir eru svona, og taka Zoom-call með þér til þess að útskýra eitthvað ennþ flóknara og mögulega ég vil senda eitthvað til þess að þjálfa staffið þitt og svona. Já, en hvernig það með, eins og stendur permitin, eru þið að vasast í borgaryfirvöldum með að fá... Algjörlega, við eigum baklandið í, þau eiga svo sem keflið, sko. En það er bara því að það hentar líka miklu betur. Ef við erum að opna einu stað í Ungverjalandi, þá vitum við ekkert kontekstið. Samhengið er bara ekki til staðar. En við erum með hjá okkur mann sem heitir Eiríkur og er snillingur og hann er bara með mikla reynslu í pólitík og lobbyisma almennt og getur þá hjálpað á miklu almennari skala. Þú veist, hann gerir umsókn fyrir þig en þú þarft síðan að þýða hann á ungversku, senda hann inn og eiga samtalið. En hann mætir kannski með á fund ef að fundurinn er á ensku eða mætir á fund með þér til að preppa þig fyrir fund með bæjarfélaginu. Þetta er mjög áhugavert. Man eftir að þetta stóru jókst, þetta stöðugildi að ráða lobbyista inn í þessi fyrirtæki þegar Uber og þau voru að reyna að hasla sér völl á leigubílamarkaði í stórborgum í Bandaríkjunum. Politics. Að það var allt í einu komið nú þurfum við að fara að díla við einhverja borgaryfirvöld til að fá leyfi. Þannig að það bara gildi saman með ykkur sem er vel eða verð, ég veit ekki, örugglega verð en örugglega gott inn í end, sko. Já, ég geti talað lengi um reglugerðir. Já, akkurat. Við skulum kannski ekki drepast svona, sko. Nei, akkurat. En aðeins, þú varst með... Sorry, bara loka pælinguna með þetta. Þetta er mjög góða pælingar. Út af því að maður verður þess áskynja hjá Bird, sem er fuglinn, og Lime, sem er límonan, sko. Að þau sé að setja rosalega pening í þróun á hjólunum. Hvernig er því hátta hjá ykkur? Eru þið með eitthvað verkfræðing sem er bara konstant að reyna að uppfæra hjól? Þið outsourcið þeim partí? Þetta er allt, sko, það er eina af sérstöðum okkar líka og það er svolítið þess að markarinn hefur að færa sig í stærri stíl er að kaupa bara hjól hjá þriðja aðila. Sem að mér finnst mega fullkomin sens. Já, þetta er eins gott og það er að vertically integrata eða... bara lóðrétt samþætting. Já, lóðrétt samþætting, takk fyrir. Mjög fallet orð. Eins gott og fallet og það er að lóðrétt samþætta félag, þá meikar það ekki sens á þessu svæði. Þetta er bara, þetta heitir production hell sem það lendir í, orð fyrir þetta í yfirnaðinum. Mynd framlega lélegar skútur, kosta ógeðslega mikið peningum og þú ert bara liable. Það er hræðilegt. Akkurat. En í staðinn eru byrjar að myndast svona stærri framleiðendur og Kai er þetta Actonar hannar Segway sem að byggur til frægu Segway skúturnar. Hallahjólan, algjörlega. Þau eru líka í rafhjólunum, sko, rafhlaupahjólum. Þau eru byrjuð að sérhæfa sig í að framleiða hjól fyrir deiliðina og við og aðrir getum bara keypt af þeim, blandaðu og customisa þau. Hvað fer þessi framleiðsla fram? Þetta er alveg Kína, sko, en ég held að framleiðendur sem hans byrjar að færa sig þaðan. Ok. Já, áhugavert. Þetta er einmitt sko sem að lága á manni. Það er eitt að kaupa hjólinn, svo er annað að einmitt customisa þau, hannað, þú veist, líka bara eins og flugvélarnar, þú veist, það þarf að mála þær á utan. Sko, presentationi hjá Bird, það fóru svona 7-10 blaðsíður, kannski er ekki segjum bara 35, bara í þróun á þessum hjólum. Þú veist, þeir voru með eitthvað generation af hjólum og alltaf. Og
og maður sá bara fyrir sér, ok, þau eru að sitja heilan haug af verkfræðingum og peningi þetta. Hvernig á Íslenskt Operation að keppa þetta? Sennilega ekki hægt og þess vegna fóruð þið bara þessa leið outsourcaði sem mjög klókt. Þá vil ég koma einmitt inn á sko varðandi kostnað á svona hjólum. Nú töluðum við það hérna í ársreikningnum. Við mátum það þannig að upphafsfjárfesting í hjólum hafi verið einhverja 42 milljónir. Já, það getur verið. Þið byrjuðu með 60 hjól hérna í lok september. Þið hafið væntanlega keypt eitthvað meira fyrir lok árs? Jú, við keyptum 40 viðbót. Síðan líka náttúrulega inn í þessari kostnaðarlínu líka 2 bílar sem við keyptum með einn, hvort við keyptum annan fyrir áramótið ekki. Og inn í þessu væri líka, það er allt, hjól varahlutir. Það er það sem eitt sem ég man eftir sko, er að í byrðastöðunni sko, þið voru að velta upp hvað getur mögulega verið byrðir hjá okkur. Já, og kostnaðar verið seldra, varahlutir, en kostnaðar verið seldra vara, það er þá... Ég man ekki hvað það getur verið. Nei, einmitt. Það er alltaf voru einhverja 50. Það er umslög til borgaryfirvalda. En þannig að, þannig að 2019 er uppáhaldskostnaður hérna 42 milljónir bara í þessum hjólum, allavega út frá rekstrarfjármunum. Þannig að það má áætla með að við að þið keypt 100 hjóla kostnaður við hvert hjól síðan 420.000. Það er aldrei herri kantinum sko, en það getur verið 2019. Já. Það er örugglega inn í þessu sko fyrri afborgun eða eitthvað svoleiðis inn á næstu sendingu 2020 á hjólum sko. Já, það er með grunaði að það getur verið svo sko. Alveg mjög líklega sko. Ég man ekki lengur, þessi ársreikningur sem þið sáuð sko, réttilega dissuð sko, var vissulega gerður með hnappinum sko. Já, við erum ekki hrifnir af því hérna. Nei, ég skil það vel. En þannig að en þú ert ekki með einhverja svona tölu, hvað svona hjól kostar? Hvað svona hjól kostar? Ég get sagt það að við keyptum helmingin af 300 hjólum þá, ég man ekki nefnilega þessi kynslóð sko, þetta er örugglega kringum 100 skallin stykkið sko. 100 skallin stykkið, já. Já, það er ekki landið kost sko, við þurfum alltaf líka að borga, þá þurftum við að borga virðisaukaskatt líka, það er búið að fella það niður sem betur fer. Okay. Síðan líka, varhlutir fyrir hvert hjól svona einhverja prósentur aukalega, sendingin orðið fáránlega dýr. Já, einmitt. Stjarnfræðileg. Já, það býtur. Landið kostar aðeins herri, sko, en þetta er svona, málum með við 100 skall, sko. Bara eins og sér á vefsíðun okkar, sko. Við reiknum það bara einlega út fyrir þig, sko. Það er svona cirka bara $1,000 á hjól. Já, og þannig að 140 skall. Og það eru þá í rauninni ný hjól sem að þið pantið og seljið þeim. Þetta er ekki gömul, sem sagt, nei, hjólin hjá ykkur. Við erum eiginlega alveg hætti, sko. Við gerðum það fyrst bara til að testa módelið. Emitt. Tók eftir því. Þannig að þetta er allt bara ný hjól, þannig að ef þetta skildi opna á Reyðarfirði? Reyðarfirði, þá er það bara glæný hoppjól. Splunkunni, algjörlega. Það er kallað Greifafjörður, fyrir austan, það er ekki greifar þarna. Já, En þú veist, þetta er ekkert far-off, ég meina ef þú verður að kaupa svona hlaupahjól út í búð, þá er þetta bara svona lágmarki, sá ég hvað, 70 til 100 á skall. Þannig að þið í bölk og örugglega með aðeins flottari og meira advanced hjól. Algjörlega, ég var borga cirka bara sama konsumir hérna sko. Já, akkurat. Talandi sko, ný hjól, þetta þið eru með 3. kynslóð núna í gangi? Já, 3. kynslóð innan hús hjá okkur, aðra kynslóð hjá framleiðanda. Hjá framleiðanda, ok. Nú er þetta 3 kynslóður á 3 árum. Já. Hvað þarf að endurnýja þetta oft? Bara í svona fullkomnum heimi, ok? Spurning dagsins, sko. Já, þetta er væntanlega, sko, þegar að endurnýja þetta 3 árum, það er væntanlega, þið gætu komist upp með að endurnýja það væntanlega yfir lengra tímabil. Klárlega, ástæðan fyrir þessu er skölun, sko. Já, ef við værum ennþá með 60 hlaupahjól, þá gætu við örugglega fræðilega verið með 60 upprunalegu hjólin hérna. En samt, sko, nei, það er ekki einu sinni rétt, af því að upphaflega með þessi 300 hlaupahjól, þá væri afskriftarhlutfallið miklu herra, af því að þú ert með 300 hlaupahjól á markaði sem að krefst miklu fleiri, þá ert að fá bara miklu fleiri ferðir á hjól á dag sem að lætur hjólið endast miklu styttra. Lífstími hjólsins er ekki mældur í klukkutímum, heldur kílómetrum. Því að það getur ennst, ef það fær eina ferð á dag, það getur ennst í 20 ára örugglega. En ef það fær 200 ferðir á dag, þá endast það örugglega í mánuð. Já, nákvæmlega. Já, ok. Þú veist, ekki alveg neitt, það er ekki hægt að fá 200 ferðir á dag, sko. Það verður lengra en sólarhringur á dag. En já, bara svona fyrir samhengið, sko. Og það er eitthvað equilibrium, sko, upp á endurnýjun á fjárfestingunni. Hversu margar optimisering sem er hægt að gera. Sem er betur starffræði en ég get gert. Það sem þarf að finna út úr í hvað er optimal fjöldi ferða hjól á dag til þess að ná equilibrium á milli endingatíma og afborgun fjárfestingar. Ég fór einmitt að velta þessu fyrir mér bara, ef við förum aðeins á dýpið í ársreikningnum, sko. Já. En þá sá ég að, sko, veltufé frá rekstri, hvort að það
Sko, komir hreinlega til með að duga fyrir bara þessum endurnýjunum, sko, alltaf ár frá ári. Þetta voru einhverjar 100 milljónir í veltuféð frá rekstrinum. Svo það að kaupa þarna hjól fyrir, 130 milljónir held ég 2021. Sem notabene bara helmingurinn, sko. Við borgum fyrir hjólinn tvisvarsinnum í raun og veru. Því að það þarf að borga inn fyrir framleiðsluna og síðan borgum við að það er sent líka. Því að þú vilt ekki upp á cashflow, sko, það er fárulegt að vera bara eitthvað að dömpa fullir greiðslu fyrir 3000 hlaupahjól og nýjum framleiðanda, sko. Sérstaklega þegar þú treystir þeim ekki. En er þetta þá allt hjól fyrir íslenska markaðin? Ég held að það aldrei komið fram hvað... Það fer eftir hvað ársreikning þú ert að vísa þetta. Það er náttúrulega Hopp Reykjavík. Það eru svona 20 ársreikningar sem það skoða. Það er Hopp Reykjavík, Hopp Reykjavík væri þá bara Reykjavík. Þannig að ég fer að velta því fyrir mér, sko, ef að endurnýjunin er hröð og ársreikningarnir sína fram á, hvort að þetta módel hreinlega gangi upp, sko, sem franchise eða sérleyfi. Bara yfir höfuð, algjörlega. Þetta er stærsta risastór spurningin sem að þarf að svara. Við þurfum bara að bíða í svona 2 ára viðbót að sjá svarið. En við getum séð það strax, sko, við fengum lán til dæmis frá banka fyrir hjólunum í Reykjavík af því við gátum bara frekar eins empirically og hægt er sannað að þetta myndi gangi upp. Að hjólun myndi endast í að minnstakosti nógu langan tíma til að greiða láni af þeim. Þannig að, þú veist, vonandi núli. En eins og ég segi, þetta er kannski, þessi fyrstu 3 ár eru ekki raunhæf upp á það að gera því að þið eru búin að vera það mikil skölun, nú er komið eitthvað jafnvægi á þetta, þannig að það verður spennandi að fylgjast með þeim á næstu árum. Og vonum að sjálfsögðu þetta gangi upp. Afskriftarhlutfallið af fyrsta árinu af þessari nýju kynslóð, þessum 1000 hjólum, þar sem við vorum loksins komið eitthvað marktækt magn, þar sem við gátum fengið, var mun lægra en 35%. Það er ekki nákvæmlega hvað það var, en það var, þú veist, þannig að þau getur endist í miklu minni 3 ár. Ég er aðalega að hugsa út í þetta equilibrium sem við talum áðan. Segjum að þið reiknið út að þið finni að það þarf bara 8 ferðir á dag. Allt yfir það, þá ertu farin að eyðileggja. Nákvæmlega. Gæti komið til þess að Hopp farið bara, bremsa upp þetta hjól bara af, kælu það bara fram á morgun. Klárlega. Við myndum örugglega aldrei gera það þannig að því upplifun neytenda sem því er ömurleg. Þú sér hjól í lundinni, lappar niður og eitthvað, það virkar ekki. Bara ömurlegt. En við myndum, fræðilega getum við tekið inn einhver hjól eða, þú veist, málið með sérleyfishafana er að þeir eru orðin svona margir, þá er orðið ákveðið network-effekt þarna. Þar sem að ef Reykjavík vill dumpa einhverjum hjólum, þá getur þau bara notifæjað og sagt, hæ, sérleyfi, við erum með notu hjól, vill eitthvað kaupa? Og, þú veist, Akureyringurinn eða Spánverjinn getur sagt bara, já, okkur vantar 200 hjól. Eru þið farin að sjá núna einhver svona mismunandi trend milli markaða? Þú veist, bara eins og Reykjavík, náttúrulega fáránlega gott mengi, mestu fjöldi hjóla. Algjörlega. Jafnt yfir daginn. Egilstaðir, spækar á nóttunni, allir fullir að fara heim. Pólland, allir á mótnana. Sjáu þið einhverjum svona notkun sem að bara, þetta meikar ekkert sens, það eru bara allir að fara milli 6 og 8. Nei, notkunarmynstrin eru bara alveg eins eiginlega alls staðar. Við hafa opninu á öllum þessum nýjum stöðum hefur haft bara náttúrulega engin áhrif á meðaltölun okkar. Þannig að við erum bara öll eins þegar kemur að þessum hjólum. Þegar kemur að hjólum, þetta sé samstað. Mjög þægilegt spálíkan sem hægt er að gera fyrir þetta. Algjörlega. En eins og bara upp á allt, bara viðgerðartíðinni allt. Já, ég meina við erum bara með hugbúnað sem trakkar þetta allt saman. Og þegar þú sem sérlega kaupir á okkur hugbúnaðin, þá getum við sagt þér á sama tíma bara, já, þú þarfst að panta svona mikið að varahlutum á 6 mánaða fresti. Já, það er nefnilega, það er þetta gangin í létt öryggi, sko. Það er áhugavert. Já, sem er frábært. Ég haldið að væri verið gengi þetta hérna í borginni, heldur nút á landi. Fólk gerir alltaf ráð fyrir því, sko. En raunveruleikin er að, þú veist, það eyðileggjast í skemmdarverkum, það fá hjól og við gerum ekki sérstaklega ráð fyrir því áætlanagerð. Það er bara hluti af öðrum kostnaði, sko. Bara prómil. Þetta er bara prómil. Já, í alvörinni. Þetta er bara brotabrot. Það er alveg þvert á það sem ég hefði haldið, sko. Þú náttúrulega bara allar helgar kemur hérna mánudögum. Nei, það er ekki rétt hjá þér, ég fer ekkert stútaði 4 hjólum helgina, mætir hérna ægilega sáttur. Ég fer eins og gull með þetta, sko, því að mér finnst alveg fáránlegt hvernig, þú veist, maður hefur verið að sjá einhver vídeo hvernig fólk almennt bara fer með eigur. Þú og þessi vinur þinn hérna með einhver vídeo og eyðileggja hjól. Nei, en það er samt alveg gali. Maður hefur séð alveg slæma notkun bara hjá ungum krökkum og þetta er örugglega einhver svona sens en það er bara komast í fólk. Ég er ekki að segja að það sé engin tilfelli af þessu, sko. En þau eru, þú veist, við fáum svona cirka bara 12.000 ferðir á dag í Reykjavík. Þannig að það er kannski 10 eða eitthvað sem eru virkilega slæmir. Hafið þið verið að fá einhverja svæsnar myndir þegar fólk er að leggja? Ég leggjum myndir það. Einhverja dónamyndir, jáfnvel? Ég hef lendið persónulega að þegar ég var að elda upp hjól að vera múnaður, sko, af leggjumyndinni.
Það var bara það ruglað maður. Það var þett sko, einu sinni, þú veist, rakst ég á fisk í hérna ofan á hjólinu í leggjumynd sko. Vá, hvað þetta er gott. Þið geti í alvörunni verið bara með leik sko, bara besta myndin og dreigja úr því. Okkur hefur langað það sko. Ég veit að það væri ekki bara neðst á tútulistanum. Já, akkurat. En bara svona eitt til að skilja ferlið, af hverju þetta? Myndin? Já. Myndin til þess að hjálpa starffólkinu okkar að finna hjólið og sanna eða ekki í ferðinni. Já, ok. Síðan fræðilega höfum við alveg hugmyndir að mögulega sýna öðrum notendum myndirnar af hjólunum, en þú veist, það er ekki nú áreiðanlegar til þess að ég vilji endilega birta þær. Já, þannig að þetta er bara svona hluti að gæða ferlum ykkar. Já, í raun og veru, þú veist, bara passa hjólið sé vel lagt, að það sé engin vafi að sé í lagi. Ég held að það geti verið bullandi markastönd að gera leik með frumlegustu myndina, sjálfsögum með hjólinu inn á sko. Algjörlega. Þið eru væntanlega búin að velta þessu fyrir ykkur, en þið takkið þetta bara á kottan. Ég tek hugmyndu fagnandi sko. En já, skemmtilegt. Baka, brauð! Já, það held ég nú. Baka, gamla Lækjabrekku húsinu. Bankastræti 2, 101 Reykjavík. Bankastræti 2. Alltaf 2 ástæður til að mæta. Já, og þú ert búin að heyra okkur segja þetta, eflaust margótt 2 ástæður til að mæta. Nú er bara spurningum að fara þarna og smakka þetta. Já. Og þú verður aldrei söm eða samur. Það er bara þannig. Og bara til að gera vel við ykkur og börnin. Já. Hlustið á Eyþór í hopp, takið hopp nýri bæ, laugardagsmorgni, gefið öndunum brauð og farið í baka. Beint í baka. Hoppa nýri bæ. Yep. Bankastræti 2, baka. Út af því ég var með þessar tölur frá Bird. Já, tölum Bird. Upp á, ef þú mátt tala það, þú veist, það kom fram hérna einhver expert til að vera profitable, þá eru reiknað með að þú þurfa að taka 2 ferðir á dag per hjól. Já, það er bara mjög gott markaðsafrits, en það er líka bara, það er rosalega lítið sko. Það er það sem þegar við vorum að vinna þjónustusamningin við Reykjavíkurborg, þá við vorum að reyna að hanna þetta regluverk þannig að það væri hægt að vera með eitthvað adjustable rate á hjólum, því við vissum ekki hvað borgin myndi höndla og það sem borgir erlendis ofta að gera er að setja bara kapp, bara með ekki vera með 200 hjól. Það þýðir bara þjónustan nær aldrei hámarka sig. Akkurat, bara kvóti á fjölda hjóla. Já, við vildum stilla kvotan öðruvísi. Við vildum stilla kvotan þannig að það þurfi að vera ákveðin fjöldi ferða á hvert hjól. Og þetta er 2. Það er talan sem við notuðum af því að þetta er svona bara industry standardin. En 2 þýðir á sér í 0 sko. Ef þú sem rekstral er það. Þetta er í rauninni break even, ekki profitability. Já, ég myndi segja það sko. En málið er að Bird, þau reka sig gegnum svolítið annað módel. Það sem að hver ferð er mun dýrari. Hver ferð hjá þeim er að netta ykkur $5 sem er alveg 750 kall. 5,93. Eins og þú nefndir, þú veist, hvað meðalferðin þín að kosta? 300 kall eða eitthvað? Það var ég hoppa svolítið hérna heim, sko, það eru 300 metrar. Já, ég skilaði eitthvað svona 15 kalli í kassan í Vestmannum á þjóðatíð. En sko, hvað eru svona benchmarkar, þú veist, þegar þú ferði vinnun á morgnana eða kvöldin, hvað er gott dagsverk? Þú lítur yfir dashboardið og sérð, vorum með 12.000 ferðir, er að mæla kílómetra, er að mæla meðalverð? Við mælum fjölda ferð á hjól, sko. Okkar targets eru 6. 6 ferðir á hjól? Á dag, já. Já, og það er bara svona... Helst það meira luxus, minna ekki hræðilegt, en helst það. Og þið eru hvað með 3.000 hjól í Reykjavík, eða ekki? Já, við erum með 3.500 hjól annars staðar. Við erum með 6.500 í heildina. Já, á Íslandi? Nei. Við erum með 500 á Íslandi annars staðar og 3.000 erlendis. 3.500 í Reykjavík? Á Íslandi. Já, á Íslandi. 3.000 í Reykjavík, 500 á landsbyggðinni. Við vorum alveg í fálulegum fabuleringu með það, sko. Þú varst eitthvað 750? Hvað er Reykjavík? Það voru 750 í fyrra, sko. Þetta var eitthvað yfir 1.000, en 3.000 það er stórkostlegt. Og hvað, þið eru að tala um 6 ferðir á dag, það er 80.000 ferðir. Já, minna í Reykjavík, sko. Þegar ég tala um benchmarkin, þá tala ég um alla. Já, og Reykjavík af því að þau eru með fleiri hjólum það var markmið að lækka meðalferðir á hjóladag til þess að láta hjólun endast lengur. Já, sko aðeins út í módelið ykkar bara því að við snertum á þessi síðasta þætti og komum auðvitað eitthvað aðeins inn á það núna í þessu spjalli, en þetta er sem sagt Hopp EHF. Já. Það er að taka inn sérleyfis bara þóknarnar. Það er rauninni tekjumódelið þar. Það er rauninni höfuðfélag bara fyrir öll ykkar sérleyf, fyrir all ykkar sérleyf, Spáni og öllu þessu dóti. Já. Sko, nú tók ég eftir að þið opnuðu á Spáni 2020, eða ekki? Jú, það var langfyrsta sérleyf. Já, var það þá undir Hopp Reykjavík á sínum tíma? Í 1 ár var það Reykjavík undir Hopp Reykjavík. Já, og þannig að allar tekjur af því sérleyfi komu inn á Hopp Reykjavík. Algjörlega, en þá voru þau með 70 hjól.
Já, á Spáni, já. Einmitt, og ok, þetta er dálítið, þetta er skemmtilegt og þetta er rauninni bara svona ársendingu 2021 sýnir kannski ekki þetta full capacity, sko. Já, 2022 ársendingunni verður mjög skemmtileg. Já, hann verður skemmtilegur, þegar kannski minna marktækt að skoða 2021, þetta voru einhverja 70 milljónir í tekjur og það var búið að, það var fjárfest í Hopp EHF, það var Brunnur eða ekki sem að Brunnur kemur inn, algjörlega, þau kom inn í október 2021 Já, einmitt. Það verður mjög spennandi að fylgjast með þessu því að við höfum verið að ræða þetta sko að það er ekkert svona, auðvitað eru einhver íslensk sérleyfi sem að er svona sérleyfiskæðjur, þú veist, auðvitað vitum við að Dominos og Subway og allt það er franchise, en það er allt sérleyfis hafar. Algjörlega. Það hefur verið minna sérleyfis veitendur. Algjörlega. Pizza 67, nú nefndirðu það. Ég tók þau fyrir sérstaklega fram, sko, þau eru mótilið mitt, sko, Ég vil toppa Pizza 67. Þau voru með sérleyfi á einhverjum 10 stöðum áður en að þau hættu, eða svona minnkuðu við sig. Þau eru ennþá með sérleyfi í sko einhverju austur-Evrópulandi, man ekki alveg hverju, Búlgaríu eða eitthvað, og Færeyjum. Þeim tókst það sem mér tókst ekki. Og líka í Eyjum, ef maður rétt. Já, einmitt, í Vestmannaeyjum. Já. Býtu hver? Pizza Hut? Nei, Pizza 67. 67, já, auðvitað. Eða muni eftir því, sko. Þetta er svo nýs, sko. En síðan hef ég heyrt líka Alfreð, þau eru sérleyfis veitandi, það ekki? Jú, ég nefndi að, sko, þau voru opnað nú í Færeyjum. Já, og það er gegnum sérleyfi, það ekki? Jú, og... Allir opnið Færeyjum að ég. Já, það er að fara vel á stað. Og fyrir 2 árum, þegar ég var þar, þá var komið til Ungverjalands. Já, ok. Nei, Tékkland segir. Já, Tékkland, það var með þetta. Já, og voru að opna á Möltu, þannig að þú veist, Alfreð bara expandaði gegnum þetta sérleyfismódel. Algjörlega. En við litum í kringum okkur þegar, þú veist, það var verið að smíða þetta svona. Já. Og við fundum engin önnur íslensk góð dæmi hvernig þetta væri gert. Ég meitt óvænt Noodle Station. Það er í Suður Kóreu. Nei, hættu. Já, það er 2017, sko. Hvort þessi ennþá starfrækt þar, veit ég ekki, sko. Og heldur þessi franchise? Já, það er sem sagt sérleyfis bransi þar, sko. Íslands veitingahús selur sérleyfi til Asíu, það er Noodle Station. Þetta er 2017, sko. En er eitthvað svona fleiri, þú veist... En svo er þetta líka annað sko upp á franchise, það er að horfa á veitingastæðina og svo það sem að þið og Alfreð að gera sem er bara hugbúnaður. Og þetta svona lítur aðeins öðrum augum, held ég, upp á bara operation model ykkar er að þið sjáum appið og getið tekið af paymentinu. Algjörlega. Hugsa að Alfreð sé það sama, sko. Já, ég gerir það fyrir. En svo er eins og McDonald's og gamla góða, þú veist, þarft að kaupa þeim kjötið eða hvað það væri. Já, það er bara munur á lokkuninu í raun og veru, sko. Já, akkurat. Og það sem ég finnst áhugavert við sérleyfismódel er það er eitthvað sem er mjög þekkt í Bandaríkjunum til dæmis en meira að segja, í Íslandi og í Evrópu almennt, þá veit enginn hvað það módel þýðir, sko, og veitingabransin er svolítið búin að einnoka þetta, sko, en í svona umræðinu startup og að skala hratt og stækka og blitzscaling koncept sem ég er svona ekki persónulega hlindur, sko, en blitzscaling. Já, hrikalegt orð. Það er Reid Hoffman, LinkedIn okkar, hann á það. Ok. Ég vissi það reyndar ekki, en já, þetta er bara hrikalegt koncept, en gera það verkum að fyrirtæki er að fókusa á að stækka hratt og það meikar sens, svona fyrir til þess að heilla venturkapitalistana. En sérleyfi er bara tried and true leið til þess að vaksa fárlega hratt, en það virðist eiginlega enginn verið að nota það ætti allir að eiga allan heiminn, sko. En ef þú fórnar hlutatekjunum í skiptum fyrir hlutatekjunum og svona stjórninni á fyrirtækinu í skiptum fyrir annar input, þá stækkar svo og svo er þetta líka svo mikið spurningum bara word of mouth, sko. Þú veist, einhver fer á heimsækir einhvern bæ í Pólandi, sér merkið Hopp og hugsa bara, mér langar að opna þetta í Svíþjóð og það oft selur sig þegar þetta er búin að ná ákveðinu skala og selur þetta sig bara sjálft, sko. Algjörlega. Og því að þú varst að koma inn á áðanum þetta, þið hafið þurft að byrja auðvitað að selja þetta, kynna þetta og þannig að það þurfti nefnilega ekki lengi samt, sko. Það sem er mjög hentugt Ísland sem svona springboard fyrir sprótafyrirtæki er að við erum svo rík þjóð að það er allir með eitthvað svona klikk og skrítin alþjóðleg tengst. Já, einmitt. Og þú veist, við bara leið þetta svona sprakkinn á Íslandi, þá vorum við byrjað að fá fyrirspurnir, hægri og vinstri, af fólki sem að vildi opna okkur erlendis. Og það er það sem var til þess yfir höfuð að við fórum í þessar pælingar strax. Við svona höfðum alveg metnað fyrir því að stækka sem fyrirtæki, en það var ekki eitthvað sem við vorum að þrýsta á, það var meira bara að fólk var að tóka í okkur og segja, hei, má ég ekki opna í Tenerife, má ég opna í Pólandi, má ég opna hér og þar. Og besta leið til að gera það, annars að vilja eiga reksturinn alls þar og fara í eitthvað ógeðslegt vesen sjálfu. Já, ég er mjög hrifinn af þessu módeli, ég vona að þetta gangi vel.
Stofna samtök sérleifis hafa haldið stjórnum sittið á fyrirskona ég menn í stjórn samtaka sérleifis hafa ég gerði samt ekki neitt setið þetta á LinkedIn þetta er beintin á launþegaforritið úfáir sem koma svona en ég held að svona við séum þokkalega dekkaðir geggja að fá þig það er kannski einhver spurning svona lokum bara einhver skilaboð eitthvað sem að þú myndir vilja koma út í kosmosið bara notið bílinn eitthvað minna notið bílinn eitthvað minna það eru góð lokaður held ég og þá held ég bara Eyþór Máni að við þökkum kærlega fyrir okkur framkvæmdastjóri Hopp EHF og svo kannski að leiðrétta það áður en við klárum að Sæjun er sem ég nefndi í Hopp-þættinum hún er framkvæmdastjóri Hopp Reykjavík þú ert framkvæmdastjóri Hopp EHF bingo Herru, þá held ég að þetta verði ekki lengra hjá okkur í bíli þá bara heyrjumst við aftur næsta þriðjudag verið sæl góð helgi minna að taka kvittun já, góð helgi